Ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Gaman að sjá ykkur öll. Í dag langar mig að tala eitthvað sem ég hef kosið að kalla hvers vegna riddist drekinn konunni í Opinberunarbókinni 12:17. Svarið við því í raun kjarni alheims átaka sem geisað hefur frá því áður en heimurinn var skapaður. Þetta snýst ekki aðeins fortákn eða spámanlegt myndmál. Þetta snýst hina endalegu baráttu fyrir mannlegri hollustu, sannleika gegn blekkingum og hatur sem svo djúpstætt að það ofar mannlegum skilningi. En við skulum lesa þetta umrædda vers í Opinberunarbókinni 12:17. Það segir: þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Og það sem við þurfum að gera í dag að taka þetta vers og skoða það hvert orð fyrir sig og átta okkur á merkingu þeirra. Við þurfum að spyrja spurninga eins og: hver drekinn og hver konan? Hvaða stríð þetta sem talað? Hvers vegna drekinn svona reiður? Það segir að drekinn fór burt. Hvaðan var hann að koma og hvert hann að fara? Hverjir aðrir afkomendur konunnar sem rætt hér? Og ef það aðrir afkomendur, hverjir voru þá á undan þeim? Þessir afkomendur, þeir varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Hvernig varðveita þeir boð Guðs? Og hvað felst í því að hafa vitnisburð Jesú? Það eru margar spurningar sem kom upp úr þessum texta. Og hvernig förum við að því að svara öllum þessu spurningum? Við leyfum Biblíunni að útskýra sjálfan sig. Við gerum það með því að skoða aðra texta í Biblíunni til að fá svör við þessum spurningum. Og þá best ef við finnum svarið í sömu bók, eins og í þessu tilfelli í sjálfri Opinberunarbókinni. Ef við byrjum á að komast að því hver þessi dreki þá finnum við það í 20. kafla og versi 2. Þurfum ekki að fara langt til að fá svarið. Og það segir: hann tók drekann, þann gamla höggorm sem djöfull og Satan, og batt hann 1000 ár. Þarna fáum við strax svar við því hver þessi dreki Drekinn, eins og við sjáum hér, engin annar en Satan sjálfur. Hann þessi forni höggormur sem fyrstur beitti blekkingum í aldingarðinum Eden. En hann starfar ekki einsamall. Í gegnum tíðina hefur hann starfað í gegnum fólk, í gegnum jafnvel konunga og heimsveldi sem verða verkfæri illsku hans. En hver þessi kona? 12. kaflinn byrjar á að segja okkur frá henni í versi 1. Og það segir: og tákn mikið birtist á himni, kona klædd sólinni og tunglið var undir fótum hennar. Og á höfði hennar var kóróna af 12 stjörnum. Hún var þunguð og hljóðaði í jóðsótt með hörðum hríðum. Hún hljóðar af jóðsótt. Klæði hennar geisla af sólarljósi. Það réttlæti Krists sjálfs, úttelt í náð og sannleika yfir þá sem ganga í anda hans. Hún ekki klædd klæðum sem hún sjálf hefur spunnið, né íklædd visku heimsins. Hún íklædd þeirri dýrð sem aðeins Guð getur veitt. Ljós Krists skjól hennar og undir fótum hennar liggur tunglið sem endurspeglar helgans sannleika sem skrifað var undir innblæstri. Orð Guðs sem leiðbeindi Ísrael og lýsi nú upp veg hinna trúuðu. Konan, hún táknar því fólk Guðs, hvort sem á tíma Gamla testamentisins eða Nýja testamentisins. Kóróna hennar ber 12 stjörnur, tákn þeirra sem Guð hefur valið til að leiða fólk sitt. Fyrst voru það ættfeður Ísraels og nú postular frumkirkjunar. Þessi kona holdgerfingur hennar sönnu kirkju, þeirra sem kallaðir til að bera ljós hjálpræðisins.
En við lásum áðan að afkomendur hennar varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Það eru tveir helstu eiginleikar afkomenda konunnar eða fólks Guðs. Það er augljóst hvað felst í því að varðveita boð Guðs, en hvað þýðir það að hafa vitnisburð Jesú? Hvernig getum við vitað hvað átt er við með því? Nú það vill svo til að í 19. kafla og versi 10 er okkur sagt nákvæmlega hver er vitnisburður Jesú. Það segir þar: ég er samþjóð þinn og bræðra þinna sem hafa vitnisburð Jesú, tilbið þú Guð. Vitnisburður Jesú er andi spádómsgáfunnar. Þýðir það að við þurfum að hafa anda spádómsgáfunnar til að geta talist afkomendur konunnar? Ekki endilega beint þannig bókstaflega, því að andi spádómsgáfunnar, hann er til staðar í orði Guðs. Við höfum anda spádómsgáfunnar ef við tökum við orði Guðs, ekki síst spádómum Biblíunnar. Og hvað haldið þið að drekinn ráðist á framar öllu öðru? Hann ræðst á boð Guðs og vitnisburðin eða anda spádómsgáfunnar. Það langar mér að sýna þér í dag, hvernig drekinn ræðst á þetta tvennt, ekki bara í dag, ekki bara í framtíðinni, heldur hvernig hann hefur alla tíð ráðist gegn þessu tvennu. En förum aftur í 12. kaflan og skoðum nánar hvað er að gerast með þessa konu og drekann. Við sjáum að í versi 3 og 4 koma önnur tákn í ljós í tengslum við jóðsótt konunnar. Það segir: annað tákn birtist á himni, mikill dreki rauður hafði 7 höfuð og 10 horn og á höfðunum 7 ennistjásn, og með halanum dró hann 3. hlutann af stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Drekinn stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða, til þess að gleypa barn hennar þá hún hafði fætt. Og þarna sjáum við drekann, Satan. Hann hafði dregið 3. af englum Guðs í uppreisninni gegn Guði. Það er því augljóst að þessi texti er að fást við langt tímabil, allt frá því að Satan gerði uppreisn á himnum. Og síðan höfum við þessa konu, fólk Guðs, Ísraels þjóðina, sem var með jóðsótt. Í hverju fólst þessi jóðsótt? Staðreyndin er að allt í gegnum sögu Ísrael sjáum við þessa jóðsótt. Strax í upphafi þegar Eva fæddi þá bræður, Kain og Abel, þá hún fæðir þá með þraut. Eða eins og Guð sagði við hana: mikla mun ég gera þjáningu þína þú verður barnshafandi. Og ég sé fyrir mér að sennilega hefur hún haft þrautir þegar hún fæddi þá. En aðal þrautirnar voru ekki líkamleg þjáning vegna fæðinganna. Ég sé þetta þannig að Eva hafi vænst þess að Kain væri sæðið sem Guð lofaði, sem myndi frelsa þau undan ánauð syndarinnar. Og þegar Kain svo drepur bróður sinn, þá missir hún í raun báða syni sína. Annar er drepinn og hinn er gerður útlægur. Þrautir Evu hafa eflaust falist í því að sjá fyrirheitið að því virtist verða að engu. Hvar er sæðið? Hvar er Messías? Og þessi spurning átti eftir að hljóma í gegnum árþúsund, og í því fólst jóðsótt konunnar í gegnum aldirnar. Og síðan höfum við drekann, Satan, allan tíman stöðulega að fylgjast með og velta fyrir sér: hver gæti verið þetta sæði sem Guð lofaði? Drekinn var á bakvið morðið á Abel, til að koma í veg fyrir að sæðið kæmist í heiminn. Og hvaða blekkingar beitti drekinn til að blekkja Kain og fá hann til að drepa bróður sinn? Hann fékk hann til að hunsa skýr boðorð Guðs. Hann varðveiti ekki boðorð Guðs
eins og hann átt að gera, heldur taldi sig geta farið sínar eigin leiðir. Að það skipti í raun ekki máli hvað þú færir sem fórn fyrir Guð. Og þar að auki þá varðveiti hann ekki vitnisburði Jesú, eins og ef við getum tekið þannig til orða, eða anda spádómsgáfunar. Fórnin sem hann var að færa átti að benda til Messíasar, frelsarans, sæði konunar sem andi spádómsgáfunar hafði sagt fyrir Þannig brást Kain bæði í því að varðveita boð Guðs og anda spádómsgáfunar. Og við sjáum þetta sama munstur í tengslum við Babelturn, að þeir sögðu: við skulum byggja oss borg og turn sem nái til himins og gjörum oss minnismerki svo að við tvístrumst ekki alla jörðina. En hvað hafði Guð sagt? Hann hafði sagt: verið frjósöm, margfaldist og uppfylli jörðina. Ekki að safna saman í einni borg. Og eflaust hafa öll boð Guðs verið þverbrotin í þessari spilltu borg. Og ekki bara það. Guð hafði sagt að það kæmi ekki annað alheimsflóð. En hvað voru þeir að gera? Byggja turn til að geta bjarga sjálfum sér undan öðru flóði. Þeir þannig varðveittu hvorki boðorð Guðs né anda spádómsgáfunar. Sama sjáum við varðandi konu Lots. Boð Guðs voru skýr, ekki horfa tilbaka. En kona Lots hunsaði skýr fyrirmæli Guðs og horfði tilbaka. Og þannig líka sýndi hún í verki að hún trúði ekki anda spádómsgáfunar sem hafði sagt fyrir eyðingu borgarinnar. Annað gott dæmi eru bræður Jósefs. Þeir reyndu að drepa bróður sinn. Ég tala nú ekki hvernig þeir frömdu fjöldamorð eftir að systir þeirra hefði verið nauðgað. Augljóslega virtu þeir ekki boð Guðs, þar sem þeir voru tilbúnir að drepa. En ekki bara það. Jósef, hann hafði dreymt drauma varðandi hvað verða mun í framtíðinni. Hann hafði anda spádómsgáfunar. En hvað gerðu bræðurnir? Þeir gerðu grín á honum. Sjáðu, þarna kemur draumamaðurinn, sögðu þeir sín á milli. Þeir virtu hvorki boð Guðs né anda spádómsgáfunar. Og hver það sem kemur öllu þessu til leiðar? Það drekinn, Satan, sem æfur í að koma í veg fyrir að sæðið sem lofað var kæmi í heiminn. Og það sjálfsagt fjöldinn allur af dæmum sem hægt var að taka, en mér langar líka að nefna líkneski Nebúkadnesars. Líklega eitt áhrifamesta dæmið hvernig bæði boðum Guðs og anda spádómsgáfunar gróflega hafnað. Nebúkadnesar sjálfur hafði dreymt draum þar sem hann sá líkneski úr mismunandi málmum. Hann mundi ekki drauminn sjálfur og hótaði að drepa alla spásagnamenn sem ekki getur sagt honum, ekki bara drauminn heldur merkingu hans. Og enginn gat gert það. En Daniel gat hins vegar sagt honum bæði drauminn og merkingu hans. Og Nebúkadnesar sannfærðist að þetta væri skilaboð frá Guði. Og sagt frá þessu í öðrum kafla Daniels bókar, en strax í 3. kafla Nebúkadnesar komin með allt aðra hugmynd. Hann lætur reisa líkneski sem allt úr gulli. Og síðan skipar hann svo fyrir að hver sá eigi fellur fram og tilbyður, honum skal í samri stundu kasta verða inn í brennandi eldsofn. Hvað konungur að gera hér? Ekki bara hann að vanvirða boð Guðs með því að kalla dauðadóm yfir þá sem ekki hlýða. Hann hér algjörlega að hafna anda spádómsgáfunar sem hafði verið gefin í kaflanum á undan í kafla 2. Hér augljóst mynstur. Menn vanvirða boð Guðs og anda spádómsgáfunar. Ítrekað sjáum við það gerast aftur og aftur. Og á bakvið þetta allt saman drekinn, Satan. Hann ræðst að konunni, fólki Guðs,
fær það til að vanvirða boð Guðs og hunsa anda spádómsgáfunnar, og tilgangurinn að koma í veg fyrir að sæðið, Messías, kæmi í heiminn til að frelsa mannkynið eins og lofað hafði verið. Snúum okkur aftur að 12. kaflaninn í Åpenbarunarbókinni. Við lásum áðan vers 4. Drekinn stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barn hennar þá hann hafði fætt. Drekinn fylgist grannt með og sér að honum hefur mistekist að koma í veg fyrir að sæðið kom í heiminn. Konan, kirkjan, fólk Guðs, loks hefur fætt af sér barnið sem sæðið sem lofa var. Og það fer ekki fram hjá drekanum að barnið fætt. Nú þegar hann sér að honum hefur mistekist ætlunarverk sitt að koma í veg fyrir að barnið fæðist, þá beitir hann öllum kröftum sínum að því að tortíma barninu. Og hvernig gerir hann það? Í fyrsta lagi, drekinn þekkir vel anda spádómsgáfunnar. Hann vissi vel hvað sagt hafði verið komu Messíasar. Hann þekkti spádóm Daniels hvenær nákvæmlega barnið ætti að fæðast. Og það sem hann gerir að hann fær fólk til að rándúlka anda spádómsgáfunnar. Að þegar Messías kom loks í heiminn, þá höfðu flestir rangar hugmyndir tilgang komu hans. Flestir töldu að Messías kæmi til að setja upp jarðneskt ríki hér á jörðinni. Andi spádómsgáfunnar hafði verið skýr, eins og í Jesaja, þar sem því svo vel lýst hvernig hann átti að líða og gefa lífsitt sem lausnargjald. Drekinn á bakvið það að fá Heródes til að taka af lífi öll sveinbörn að 2 ára aldri. Og við lesum það í Matteus 2:16. Þá sá Heródes að vitringarnir hefðu gabbað hann og varð afar reiður, sendi menn og lét myrða öll sveinbörn í Betlehem og nágrenni hennar, vetur og yngri. En það svaraði þeim tíma hann hafði komist að hjá vitringunum. Takk eftir því að hann afar reiður. Ekki ósvipað orðalaginu og við lásum drekann í Åpenbarunarbókinni. Hvaðan haldið þið að þessi reiði sé komin? Það reiði drekans sem hafði mistekist að koma í veg fyrir að Messías kæmi í heiminn. Nú blæs hann Heródes þessari reiði í brjóst til að beita öllum brögðum til að tortíma barninu. Lög Guðs þverbrotin og vitnisburður Jesú eða anda spádómsgáfunnar hafnað. En jafnvel postularnir skildu þetta ekki. Hvers vegna? Vegna þess að drekinn hafði komið því til leiðar að fólk rángtúlkaði og hunsaði anda spádómsgáfunnar og í þess stað voru þeir með rangar væntingar Messías. Við lesum það í Matteus 16:21 að það segir þar: upp frá þessu tók Jesús að sýna lærisveinum sínum fram á að hann ætti að fara til Jerúsalem, líða þar margt af hendi öldunga, æðstu presta og fræðimanna og verða líflátin en rísa upp á 3. degi. Jesús var sjálfur að útskýra fyrir þeim hvað andi spádómsgáfunnar hafði sagt fyrir löngu örlög hans. Jesús vissi að þegar hann færi til Jerúsalem yrði hann tekinn að lífi, krossfestur, en einnig að hann skyldi rísa upp á 3. degi. En hvað gerir Pétur? Við lesum það í næstu versum í framhaldinu, vers 22 og 23. En Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann: Guð náði þig, Herra, þetta má aldrei fyrir þig koma. Og hver eru viðbrögð Jesú við þessu? Jesú vissi hvaðan þetta komið. Þetta drekinn sem hafði rangsnúið anda spádómsgáfunnar í huga Péturs og þess vegna hefur hann rangar hugmyndir hvað verða á. Og þess vegna í stað þess að áýta Pétur aðeins, að þá beinir hann þessu að Satan sjálfum. Jesús sneri sér við og mælir til Péturs: vík frá mér, Satan, þú ert mér til ásteytingar,
Þú hugsar ekki það sem Guðs heldur það sem manna Jesús skildi vel að það sem Pétur hafði í huga voru væntingar manna, ekki anda spádómsgáfunnar. Pétur hafði sjálfsagt komið í veg fyrir að Kristur yrði krossfestur ef hann hefði getað það. En hvað hefði þá orðið frelsunar áformið? Hann væri þá að vinna gegn frelsunar áformi Guðs, án þess að gera sér grein fyrir því vegna ranghugmynda sinna. Og sérðu hvað það hættulegt að hafa rangar hugmyndir hvað Biblían, andi spádómsgáfunnar, hefur að segja framtíðina. 5. versið í 12. kafla Åpenbarunarbókarinnar segir frá fæðingu barnsins: Hún fæddi son, sveinbarn, sem stjórna mun öllum þjóðum með járnsprota, og barn hennar var hrifið til Guðs til hásætis hans. Það farið hratt yfir sögu í þessu versi. Það segir frá fæðingunni og hvernig hann steig upp til himna í einu versi. Og hann hrifinn upp til Guðs til hásætis hans. Þetta barn Kristur, fæddur inn í mannkynið, krossfestur og stiginn upp til sigurs. Satan mistókst á tortíma honum. Og stríðið sem hann háði á himni hélt áfram á jörðu, og þegar hann gat ekki sigra soninn, sneri hann reiði sinni að konunni sem ól hann. Og vers 6 í Åpenbarunarbókinni 12 segir frá því: En konan flýði út í eyðimörkina þar sem Guð hafði búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar í 1260 daga. 1260 dagar, dagur fyrir ár, og þannig táknar þetta 1260 ára tímabil. Þetta tímabil sem markar langar myrkar aldir kúunar. Konan eða kirkjan, fólk Guðs, flýr út í óbyggðirnar. Hún hverfur ekki, hún varðveitt. Kirkja Guðs falin, en samt aldrei yfirgefin og lifir af. Það séð fyrir þörfum hennar af Guði sjálfum, haldið lifandi að guðlegri fullvissu. Hún þraukar þrátt fyrir að allt virðist glatað. Þessar aldir endurspegla harmleik sem þróaðist með vaxandi krafti, og þegar ofsóknir brutust út af meiri heift gerðist heimurinn að vígvelli. En trúuðu fundu ekkert öryggi nema með því að leita skjóls í einangrun. Síðan sjáum við 15. versið í 12. kaflanum. Og höggormurinn spjó vitni úr munni sér á eftir konunni, eins og flóði til þess að hún bærist burt af straumnum. Drekinn lætur ekki af ofsóknum sínum. Hann leysti úr læðingi flóð, og það sem streymur úr munni drekans meira en bara veraldlegt vald, það eru blekkingar, villutrú og ofsóknir. Drekinn beitir sömu brögðum og hann hefur alltaf gert. Við erum búin að sjá það í gegnum söguna, eins og lýst í þessum kafla, 12. kaflanum í Åpenbarunarbókinni. Hann beitir blekkingum, hann dróð þriðjung englana með sér með blekkingum sínum. Hann blekkti Kain og fékk hann til að myrða bróður sinn. Hann blekkti bræður Jósefs til að fá þá til að hafna anda spádómsgáfunnar. Hann blekkti Nebúkadnesar til að hafna því að önnur konungsríki tæki við á honum. Hann blekkti Herodes til að myrða öll börn að 2 ára aldri. Og síðan sjáum við konuna, fólk Guðs, flytja í óbyggðir í 1260 ár undan ofsóknum drekans. Hann beitir ekki þessum ofsóknum sjálfur í eigin persónu. Hann fær aðra til að vinna grimmdarverk sín með því að fá fólk til að vanvirða boð Guðs og hafna vitnisburði Jesú eða anda spádómsgáfunnar. En enn og aftur grípur Guð inn í. Og vers 16: Jörðin kom konunni til hjálpar og jörðin opnaði munn sinn og svalg vatnsflóðið sem drekinn spjó úr munni sér. Sagan skráir það í uppgangi nýrra tíma. Sannleikurinn kom aftur í ljós. Stríðinu lauk ekki, en vígvöllurinn breyttist. Guð hefur alltaf í gegnum alla þessa sögu haft einhverja sem varðveita boð Guðs og vitnisburð Jesú eða anda spádómsgáfunnar.
Ljós sannleikans hefur alltaf fengið að skína þrátt fyrir allar þessar ásóknir, jafnvel þó það hafi ætíð verið í fámennum hópi trúfastra. Það í ljósi alls þessa sem við komum að versinu sem ég byrjaði á, vers 17. Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá varðveita Guðs og hafa vitnisburð í Jesú. Við erum augljóslega komin á loka tíman, okkar tíma, eftir 1260 ára tímabil hinna myrku miðalda. Það hér sem við höfum aðra afkomendur konunnar. Þeir eru auðkenndir með 2 aðgreindum eiginleikum. Þeir varðveita Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Þeir eru síðasti hlekkurinn í keðjunni, loka kynslóð fólks fyrir endurkomu Krists. En drekinn gefst ekki upp. Reiði hans linnulaus. Þessar leifar verða loka skotmark hans, en trúuðu við endalok tímans einkennast ekki af auði og velmegun. Þeir þekkjast af hlýðni og vitnisburði. Þeir fylgja boðum Guðs, ekki til að vinna sér inn hjálpræði, heldur vegna þess að hjörtu þeirra hafa umbreyst. Þeir halda sig við vitnisburð Jesú, anda spádómsgáfunnar, sem leiðandi sannleika á tímum ringulreiðar. En til að skilja þessar leifar verðum við að skilja þessa konu. Hún spannar alla endurlausnar söguna, eins og ég búin að lýsa. Þessi kona því sameiginleg saga hinna trúföstu kirkjunar í gegnum tíðina. Hún líður Guðs sem ber mynd hans og lifir eftir ljósi hans. Hún brúður Krists sem mun ganga inn til brúðkaupsins, klædd hvítri skikki réttlætis Krists. Vegna þess að hún varðveitir boð Guðs og vitnisburð Jesú sem andi spádómsgáfunnar. En hún ekki eina konan í Opinberunarbókinni. Það líka önnur sem birtist okkur í Opinberunarbókinni, 17. kafla. Í versunum 4-6 lesum við þessa aðra konu. Og konan var skrýdd purpura á skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði í hendi sér gullbyggar fullan viðustigðar og var það óhreinleikur sölleifnaðar hennar og enni hennar var ritað nafn sem leyndardómur, Babylónin mikla, móðir hórkvenna og viðustigða jarðarinnar, og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesú votta. Og ég undraði stórlega ég leit hana. Í þessum átökum tilheyra allir annarri hvori af þessum 2 konum. Annarkvort brúði Krists sem varðveitir boð Guðs og vitnisburð Jesú sem andi spádómsgáfunnar, eða af þessari móðir hórkvenna, hinni trúföstu brúði Krists eða skækju ringulreiðarinnar. Það engin þriðja leið. Ein sanna kirkja kannski ekki alltaf vinsæl, en hún hrein. Hún kannski ekki máttug í augum heimsins, en í augum Guðs hún íklædd réttlæti Krists. Í hverju felst sörleifnaður skækjunar miklu? Augljóslega varðveitir hún ekki boð Guðs, ekki endilega lögleysi, því að hún hefur sín lög. Við sjáum það í innleiðingu á öðrum hvíldardegi en þeim 7. eins og 4. boðorðið boðar okkur. Hún hefur ekki vitnisburð Jesú eða anda spádómsgáfunnar. Við sjáum það birtast í alls konar rangtúlkunum og spádómum Biblíunnar. Það langur listi af rangtúlkunum. Á sama hátt og drekinn fékk fólk til að rangtúlka fyrri komu Krists og búast við veraldlegum valdhafa til að setja upp í jarnest ríki hér á jörð. Á sama hátt í dag ranghugmyndir 1000 ára dýrðaríki hér á jörð. Og ég geti talið margt annað, leynileg burtrifning, eilífar kvalir í brennandi helviti, andkristur sem persóna sem enn á eftir að koma einhvern tímann í framtíðinni. Allt þetta rangtúlkanir á vitnisburði Jesú eða anda spádómsgáfunnar. Og síðan skækjan drukkin af blóði hinna heilugu, á sama hátt og Kain drap bróður sinn fyrir það eitt að fara eftir boðum Guðs.
Þannig ofsækir skækjan þá sem vilja fara eftir þeim. Þetta er í raun sama sagan, endurtekin aftur og aftur. Saga konunnar endar samt ekki í flótta eða ótta. Hún endar með von og sigri. Loka orrustan er hörð en sigurinn er tryggður. Hún stendur staðföst mitt í heift drekans vegna þess að hún tilheyrir þeim sem þegar hefur sigrað. Höggið féll á Golgata þegar lambið sigraði og Satan var lagður af velli. Það er vegna sigur hans á Golgata sem konan lifir af. Hún ber vitni sigur himinsins. Hvar stendur þú í þessari dramatísku sögu? Gengur þú í ljósi vitnisburðar Jesú á grundvelli sannleikans? Ert þú afkomandi hinna trúföstu konu sem varveitir boð Guðs og vitnisburð Jesú? Drekinn er vissulega reiður konunni og heyjar stríð gegn henni, en hann fær ekki slökkt ljós sannleikans eða útrýmt þeim sem varveita boð Guðs og vitnisburð Jesú. Og hvernig eigum við að svara þeim sem fylgja skækjunni? Jesaja segir okkur það í kafla 8, vers 20 og 21. Svari þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins, ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða og munu ráfa hrjáðir og hungraðir. Og hvers vegna eru þeir hungraðir? Vegna þess að vera skrýddur purpura og skarlati og vera búin gulli og geinsteinum og perlum, það seður í raun engan. Þessi stað fyllast þeir bræði, eins og Jesaja segir þarna í Jesunu, og þá hungrar munu þeir fyllast bræði. Í loka opinberunarbókarinnar höfum þessi varnaðarorð: Ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyrir spátansorð þessara bókar að leggi nokkur við þau, men Guð á hann leggja þær plágur sem er ritað í þessari bók, og taki nokkur burt nokkuð af orðum spátansbók þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Hvers vegna er það? Það er vegna þess að ef þú rángtúlkar anda spádómsgáfunar, sem okkur er gefin til þess að við getum varið okkur fyrir vélabrögðum óvinarins, þá endum við eins og Pétur, sem í vanvisku sinni var að vinna gegn frelsunar áformi Guðs. Þegar við hunsum eða rángtúlkum anda spádómsgáfunar, þá vinnum við gegn Guði. Andi spádómsgáfunar er ljósið sem lýsir okkur leiðina heim, og eftir því sem þessi átögna á hámarki dýpkar örvænting drekans og reiði hans verður villtari eftir því sem tími hans rennur sitt skeið. En líktu handan baráttunar að sælunni sem býður leifana. Þar verður reiði skipt út fyrir kærleika, stríð fyrir frið og átök fyrir samfélag. Sami Mikael og rak drekan út mun krýna sigurvegarana og bjóða það velkomna í faðm eilífðarinnar. Fólk Guðs sem varveitir boð Guðs og vitnisburð Jesú fáa því eldi þessara átaka mun skína eins og stjörnur á himni, þar sem skuggar víkja fyrir ljósi himinsins. Þar sem þau halda boðorðin og varveita vitnisburðin, verður þeim fagnað með söngum sem aldrei linna, í gleði sem aldrei fölnar. Stríð drekans tekur enda, en saga hinna trúföstu ómar í sinfóníu hjálpræðisins. Horfum til framtíðar, til endaloka fjandskaparins og dögun gleðinar, þar sem leifautnar hvíla í ljóma lausnarans, að eilífu lausir við ílsku og heift. Amen.